must være fun. Já, komið sæl. Við erum nokkuð stöðuð hjá okkur þessa dagana. Við erum með læðunar hér suður í hafi og það austan og norðaustan átt ríkjandi á landinu. Verður það næstu daga og kannski svona það sem helst fréttnæmt með þetta að það verður svona dálítið blástur hjá okkur allan á köflum og sérstaklega sem vindur stendur af fjöllum. En helgin verður hins vegar tiltölulega mild. En við sjáum þegar við skoðum þróunum næsta sólarhring að það svo sem gerist ekki mikið í þessu hjá okkur. Erum með lægð hér rétt við Nýfundnaland og hún svona mun ganga hér til austurs og svona inn í þetta lægðamengi hér suður af landinu. Og það svona viðheldurinn í þessu veðurlægi hjá okkur áfram. Heldur svona að bera hlýra loft hjá okkur næsta sólarhringinn og eins og ég sagði það verður hitatölu verða alveg með ágætum helgina og svona meira og minna fram yfir helgi. Og svo svona eftir í næstu viku, það verður náttúrulega að vera svona aðeins lekkandi hitatölur en þó þannig að þetta verður nú meira og minna í kringum núlli. Allan ekki að sjá neitt gatt í þessu. Og á nærmyndinu sjá það er nú svona bjarti kaflar í þessu hér á vesturhelmingi landsins. Skýjað þegar austadregur og þar má finna úrkomu á köflum. Snjókomu slitu til fjalla en rigningu þá á láglendi og þetta einnig að berast aðeins vestur eftir með norðurströndinni sem og til vestur sér með suðurströndinni. En að mestuleyti verður þetta nú svona bara staðan hjá okkur áfram næstu daga. Það lítill breytileiki í kortunum til þess að gera þétta þrýstilunir yfir landinu og því góðir vindstrengir á köflum en að öðru leyti litla breytingar í þessum kortum. Og klukkan 14 á morgun að þá sjáum við að það verður verður hiti verður yfir frostmarki á láglendi og nokkru gráðum yfir frostmarki. Bjart veður áfram á vesturhelmingi landsins, einhverjar lítils að það úrkoma að finna fyrir austan og síðan frá laugardegi til sunnudags að þá svo sem breytist ekki ýkja mikið í þessu ef eitthvað herðir aðeins vind þéttast aðeins þrýstilunir yfir landinu þannig að það verður kannski aðeins meiri ákafi í vindinu þá hjá okkur á sunnudaginn. Og kannski eilítið meiri úrkoma í þessu austanvert landi eins og þetta bara með sér. En hitatölur svona áfram nokkuð svipaðar og öðru leyti ekki svo mikið sem að breytist. Og síðan það sem eftir lifir helgarinnar og fram á mánudag þá sjáum við að þetta áfram svipað ástand og svona góði strengir í þessu hér hjá okkur þá á mánudaginn og bjart áfram vesturhelmingi landsins þyngra fyrir austan og áfram úrkoma þar og þriðjudagurinn í raun og veru bara ákala svipaður eins og við sjáum hér. En hvað varðar þá veður í Evrópu þá nú svona nokkuð óstöðugt veðurlag í vesturhlutanum og sem og í Skandinavíu. Það skúraleiðingar nokkuð víða ef ekki samfelld úrkoma. Þetta nú yfirleitt þá rigning. Það ekki svo kalt orðið í álfunni. Öllu rólegra veðurlag þegar komið hér til austurs hærri loftþrýstingur og við sjáum að það er fínt veður til að mynda í Ítalíu og víða á Balkanskaganum á morgun. Sem og við austurströnd Spánar, þar bæði Barcelona og Alicante hiti með yfir 20 stig og sólríkur dagur í vændum, en svona þykna til þegar við komum þá vestar á Íberíuskagann og jafnvel skúraleiðingar eða úrkoma víða í Portúgal. Hiti 20-25 stig á Kanaríeyjum, svona kannski ef eitthvað heldur skýjara þá norðan til á eyjunum á morgun. Og endur síðan yfirferðina þá hér í Norður-Ameríku. Það er nú ekki að sjá marga staði með hita með yfir 20 stig. Spáin ger þó ráð fyrir því í Los Angeles á morgun. En ef við fikrum okkur hér norðar í álfunni þá sjáum við að það verður til að mynda vel kalt hjá frændfólki okkar í Winnipeg. Þó vissulega verði sólríkt þar á morgun. En hér að lokum bara þá með kort þessi sýnir stöðuna klukkan 14 á morgun og þetta kort eiginlega nánast gildir fyrir næstu daga. Góða helgi.